Þessi mikli meistari held ég bak við lás og slá í dag. Sútup Reykjavík í rauninni stofnum við árið 2014. Fyrirtæki í rauninni verður þannig til að Jökull kemur með þetta konsept og þessi hugmynd til mín. Og þetta var eitthvað sem bara klárlega vantaði á Íslandi. Það var enginn að sérsuma. Það voru vissulega einhverjir traveling tailors að koma en enginn með sterkan presens og var að gera þetta eins og á að gera þetta. Jökull kemur með þessa hugmynd til mín og við í rauninni ákveðum bara að keyra á það. Ég hef verið að vinna í fatabúðum fyrir þetta í 7 ár. Var að vinna hjá NTC, aðallega í Gallerí 17 og Kultúr og það var í rauninni bara það sem ég dýrkaði að gera. Það var bara það sem passionið lá og þegar kom tækifæri til að búa til sína eigin vinnu í einhverju sem mér finnst ótrúlega gaman að gera og dýrkar, þá það bara aldrei spurning. Þá má maður bara keyra á núllleitni. Við fjárfestum bara okkar eigin peningum í konceptinu, fengum eitthvað utanaðkomandi fjárfestingu eða neitt slíkt. Þannig að fyrstu árin, bara hver einasta króna sem kom inn, hún í rauninni fór bara aftur inn í reksturinn. Við vorum ekki að borga okkur neitt út, engin laun, ekki neitt. Og eftir á hyggja ég ótrúlega þakklátur fyrir það að hafa farið í gegnum þetta grænt tímabil af því að maður lærir bara ótrúlega mikið á því og ef hlutirnir ekkert erfiðir þá heldur ekkert gaman að því. Þannig að þegar ég mælti fyrir mínum fyrstu jakafötum, ég hafði ekki hugmyndu hvað ég var að gera. Ég alvöru tala hafði 0 hugmyndu hvað ég var að gera. Og síðan leiðum maður byrja að gera þetta oftar þá kemur reynslan, þá kemur sjálfsöryggið sem maður þarf að hafa og maður veit miklu betur hvað maður er að gera. Og það bara forréttindi líka að fá að gera hlutina á eigin forsendum. Fá að ferðast, við fáum að ferðast endalaust Ítalíu, hitta framleiðendur hingað og þangað. Allt frá norður Ítalíu, suður til Napoli. Fundum gæja í Napoli sem ætlaði að fara að framleiða fyrir okkur skó. Strax þegar ég hitti þennan gæja fengum við eitthvað smá skrítið vibe frá hann. Hann einhvern veginn lofaði öllu fögru og það var bara ekkert mál að græja þetta, ekkert mál að græja hitt. Og síðan fer hann að krefja okkur ákveðna greiðslur fyrir prótótýpur sem voru 5-6 sinnum hærri en það sem gengur og gerist í þessum skóbransa. Við ákveðum að slaufa það, fara og finna okkar annan framleiðanda sem ég er mjög þakklátur fyrir af því að þessi mikli meistari held ég bak við lás og slá í dag. Hún var stungið í steinin fyrir skattsvik, þannig að það er mjög fínt að við höfum ákveðið að fara og finna okkur aðra skóframleiðendur og ég held að ég geti sagt að það eiginlega fyrst núna þar sem mér finnst öll púslin vera að smella saman. Mér finnst einhvern veginn eins og þessi fyrst núna þar sem að þessi upprunalega sýn sem maður var með sé svolítið að smella saman og núna þetta einhvern veginn alltaf klikka. En nú erum við með skemmtileg plön í pípunum. Risastórt verkefni sem við erum að vinna í núna fyrir 2019. Við erum hvergi nær hættir, hlökkum í rauninni bara til að stækka ennþá meira, eignast fleiri fastakúnna, fá að gleðja fleiri aðila með jakkafötunum sem við erum að sauma og ég held að 2019 verði stórt ár fyrir Sútup Reykjavík.